Sælverði og við erum velkomin í Flugsmiðjuna. Í þetta skipti þá ætlum við að henda í svartan Francis á króknúmer 14. Við erum að nota í þetta hérna sem sé standarddoppel frá Arex sem er gullitaði krókar og við erum að nota Nanosilk 30 denier í þessa flugu. Við byrjum að henda náttúrulega bara hérna þræðinum hérna á búkinn. Svona. Og eins og flestir laxveiðimenn allavega þekkja og silungsveiðimenn örugglega eflaust líka, þá hafa nú svona vel flestir heyrt af þessari flugu, svartum Francis. En við byrjum á því að taka svona brúnan hana og ég er búinn að reyta 4 stilka. Það fara 2 svona fjæðustilkar ofan á. Getum zooma okkur hérna aðeins út. Sýndi ykkur hvernig ég gera þetta. Það fara 2 stilkar hérna ofan á. Og stilli maður náttúrulega bara lengdina af. Eftir eitthvað hverjum finnst einhvers staðar stendur að því að vera 2 hvítir og 2 brúnir. Ég held að það skiptir nú kannski ekki alveg öllu máli. En allavega 4 í þetta og ég man ekki 6 stilka í túburnar á Francis, það var eitthvað þannig. Við lokum þessu niður með tveiluna, þetta bara 2-3 vapninga á stilk og þá erum við bara konum með ásettanlega hólmara í vantan á hana. Þessi fluga er nú, ef ég maður rétt upphaflega á Englandi eða Bretlandi, Skotlandi, staðar. Þetta er Peter Dean sem að upphaflega hannaði þetta. Og Black Eyed Prawn held ég að hafi verið. Við skýrtum hann upphaflega svo Francis ákveði að afbrigða því. Í þessa flugu þá erum við að nota áraruggar og liturinn á svarta áraruggarninu er 310. Þannig að ef einhver er með bingo í sal þá erum við með svart áraruggar. Ég er búinn að taka þetta niður, þið sjáum þetta kemur þessi í svona lengjum og það eru 6 þættir í hverri lengju og ég er með 2 þætti hérna sem ég er búinn að taka saman. Þá erum við ekki að gleyma að setja fasanum á þetta, það er ekki fyrsta skipti sem maður næstu því gleymi sér. Þetta er þetta síðuhöður af fasana, en það er oftast nota bara svona fasanastjél. Ég bara vill í þessar minni Francis-flugur nota þessar, það eru aðeins mýkri og brúnni fara ekki farið ekki ver, þá bara tökum við hérna. Tökum við þennan slatta og mótum þetta hérna í puttunum og stillum þetta af hérna. 2, 3, 4 lausa vafninga. Stillum þetta af og svo þurfum við að draga þetta náttúrulega í. Það var okkur hérna aðeins meira að zooma á þetta, svona. Og við erum að tala eitthvað svona, cirka. Þá herðum við þetta niður. Og þegar Jón heitinn Sigurðsson kenndi mér að nýta Francis, þá sagði hann nú, alltaf hans regla með Francis sem var það að láta ekki búkinn á flugunni ná aftar heldur en oddurinn á önglunum. Við ætlum að láta hann bara pínulítið aftar, kannski réttin á hálft, réttir aftan oddurinn á önglunum. Sjá, svona. Og þá kemur svarta áraruggarnið, 2 þættir af því, fest hérna niður að framan og farið með þetta aftarlega og fyrir með tvinnan hérna fyrir miðju. Svo vefjum við þessu utanum og vefjum svarta áraruggarninu fram að tvinnanum, cirka hingað. Svo förum við þetta tilbaka og snúum við aðeins upp á það. Það er að sjá milli puttana á okkur.
því að ef við gerum það ekki þá er ekki hægt að byggja upp á þessa bungu til að fá svona taperingu eða frá búkinn fram mjóan, hafa þykkar aftan og mjórra framan, þannig að þetta sé eins og gulrót. Þá nýtum við þetta svona, tökum einn hérna, svona. Það var alltaf að taka fast á þessu þannig að hún sé alveg þétt. Svo læsum við þetta niðri, tökum við þetta með tvinnanum hérna svona. Og ég hnýti, eins og ég takið eftir, ég hnýti búkinn í 2 hlutum og kragafjöðurinn svarta sem kemur núna smá stund, brúna sig, ekki svarta. Ég læt hana bara vera á einum ákveðnum stað á búknum, svona. Ég fer ekki með hana fram, þetta litla Francis er ekki pláss í það, finnst mér. Við erum að nota brúnan hana hérna í kragan, aftan. Við veljum hérna einhverja passlega fjöður, ekki á langa og ekki á breiða, við erum að finna hérna ágætiskandidat í þetta og til þess að sýna ykkur hvernig ég græja fjöðruna þá klippi ég hérna af henni, hérna svona og svo klippum við sjáum við hérna busta á hana svona sitt hvora megin. Það er erfitt að gera þetta hérna fríhendis svona. Það var komin sjáum við hérna svona busti á hana og þennan busta notum við til þess að festa fjöðrun niður og förum við þessi þráðin hérna aftur og upp á bunguna hérna, ekki þurfa hrætt við það og við festum fjöðruna niður þannig að sko glansliðin á henni, hún snúi fram. Við verðum aðeins náttúrulegri við það eða auðveldar að eiga við. Ekki er þetta nú að gera sig. Þá bara reyna aftur. Og þá festum við þetta séu því svona. Niður. Svona. Svo er þetta bara 1 hringur. Vefum við þessu hérna. Svona ég þarf að fara með puttan hérna fyrir, haldinni hérna. Getið náttúrulega að nota fjæðurklemmi í þetta líka. Það er örugglega, finnst það einhverja þægilegra. Fórum við fjöruna aftur hérna undir og festum hana þar. Og þetta er númer 14. Þetta er eitt ímynda eitthvað hvernig er að nýta Francis númer 18. Það er svona, já, ákveðið challenge. En þessi Francis-fluga í þessari stærð hefur reynst mér ágætlega í þessi skipti sem ég fór í Vatnsdal svona sem krakki. Núna þurfum maður að hætta að veiða á maðkinn. Og þið sjáið hérna eru fjöðrir eða fanir hérna trappaðar hérna bakvið. Við reynum að ná þeim svona upp úr, svona. Ekki alveg svona eins og ég vil, svona já. Og næsta skref í þessu, þá erum við að nota Oval Gold frá Semperfli nema þetta er ekki medium sem ég er að nota, ég er að nota small og því að þessi fluga þolir bara ekki medium og þá sýni ég ykkur hvernig við notum auga á króknum sjáðu, þá setjum ég gullið hérna onni í auga á honum, bara alltaf að halda því hérna, tilla því, svo drögum við aftur á bak, svona. Förum við þetta hérna alveg aftur að bungu og fram, svona. Svo er framhlutin á bóknum, þá er ég með svart árurgat nema ég er bara með 1 þátt. Látum hennan eina þátt duga, af því að búkurinn verður sem sé frammjóri með þetta og nýtt svona hefur hún bara ennst ágætlega. Sumi vilja vefja fjöðrin allaveg fram og allt það, ég er alveg sammála því, það á við þegar þú ert með nógu litla fjöður og það er pláss í það. Þegar þú ert komið með þetta niður í þessa stærð á 14 þá er bara ekki pláss til þess að vera með einhverja rósir, þá betur að hafa kragan hérna aftan eins og við erum með svona. Þá erum við búin að negla þessu á og ég tek fram að ég er ekki svo heppinn að eiga gulllakk til þess að lakka hausinn á henni. En þá kemur gullið hérna, 2-3 snúninga fram
og þá verður framhlutin sjáið á henni dálítið klestur af gulli en svarti liturinn þar fyrir aftan fær að njóta sín alveg miklu betur heldur en þetta og svo ef við þetta svona sjáum við ekki alveg ánægður með hérna þetta er ekki það, svískurinn er ekkert að pæla í þessu sko og svo bara klippum við gullgæjan hérna í burtu svona en þá er flugan bara næstum því klár þá þurfum við bara að fela gullið hérna svona, gerum við með nokkurum þéttum vafningum svo er þetta bara hnútur og lakk þannig að zooma okkur þetta þessu út fyrir hnútinn og ég myndi nú segja það er þægilegra fyrir ykkur að nota þráð sem er með vaxi ekki svona sleipan þráð kannski í svona litlar flugur þá þurfum við að geta gripið efnið bara í 1-2 snúningum strax og hafið ekkert pláss til þess að vera fara með mjög marga snúninga á en notum þetta gekk upp eins og við sjáum svo fyrir við með flugbeitt skærin hérna á þetta og við klárum þetta með Solaris Bone Cure sem er stór skemmtilegt UV efni með lím og sýni ykkur þetta hérna í up close og það er að fara varlega þetta er svo breiður busti maður þannig að við ekki breiða fara hann í blindingi vega með hann svona og taka hérna neðan að þessu svona þá er ég sáttur svona herfum þetta þá erum við bara good to go eina sem við erum að gera er að klippa hérna aftan á henni sjáu þið sýna ykkur það af því hún lítur út bara eins og rækja með fálmarana út allt þið sjáu þið fálmararnir eru hérna á henni þannig að það var bara svona satisfying job í endan það er að klippa þetta hérna og þá erum við bara með svartan fransiskláran í þá laxveiði sem við ætlum í sumar sjálfsögðu má náttúrulega setja hann að lit á hausinn og svona en það er að segja gulur er nokkuð algengur, jafnvel rauður þannig að menn bara gera það ég vilja en við erum klárir í bili, ég þakka ykkur kærlega fyrir áhorfið þið með endilega getast áskrifendur á rásinu setja like á vídeói og deila þessu ég geti styrkt rásina ég kunni það er linkur í það hérna í lýsingun á vídeónu og ásamt uppskrift af flugunni en þangað til næst þá bara sjáumst við hans og kátt í næsta vídeói. Takk fyrir